Heil og sæl kæri hlustendur og verið velkomin í þennan heilsumóla. Nú ágúst genginn í garð og þá einhvern veginn svona styttist í það að við svona förum að vilja fara aftur í rútínun okkar. Það svo gott á sumrin að vera í smá rútínuleysi. Sumum finnst það óþægilegt, öðrum finnst það geggjað. En það samt alltaf eitthvað gott við það að fara í rútínu og í venjur. Og venjur eru búin að vera mér mjög hugleiknar núna undanfarna daga og vikur. Og ég hef nú oft rætt venjur í öðrum heilsumólum, heilsulæsi og alls konar heilsuhegðun og man ég ekki eins og alveg nákvæmlega hvaða. En í þessum heilsumóla þá langar mér svolítið að hafa svona smá vangaveltur áhrif hegðunar. Af því að hvernig við hugum okkur og okkar venjur, áhrif þeirra svo gigantísk mikil á heilsun okkar. Og það getur svolítið bara verið munur á milli bara make it or break it ef við sletta aðeins á ensku. En venjur móta líf okkar meira en við gerum okkur grein fyrir. Við hugsum oftast stórar ákvarðanir að þær móti lífið okkar. Hvar búum við, hvað lærum við, hvað starf veljum við og allt þetta. En það nefnilega í raun og veru allir litlu hlutirnir sem við gerum okkur einasta degi sem hafa mest áhrif á okkur og móta okkur. Og venja einfaldlega bara hegðun sem við endurtökum svo oft að hún verður bara næstuð sjálfvirk. Og þess vegna geta venjur annarkvort orðið okkar stærsti bandamaður eða okkar versti óvinur, eins og ég sletti áðan hérna make it or break it. Tökum bara dæmi til dæmis símanotkun, því mér finnst ég búin að vera allt of mikið í símanum í þessu fríi. Það eitthvað sem mig langar svona aðeins að fara einhver venja sem mig langar að breyta, einhver hegðun sem mig langar að breyta. Það tekur bara 2 sekúndur að taka upp símann. En þessar 2 sekúndur getur svo bara breyst í 30 mínútur af skrolli og jafnvel meira hjá sumum. Eitt lítið augnablik verður allt í einu kannski bara klukkutíma. Í staðinn fyrir að ef ég hefði haft símann einhvers staðar úr augsýn í öðru herbyggi, þá hefði ég kannski ekki gripið í hann og gert eitthvað annað nytsamlegra við þennan tíma. En sama lögmál gildir líka í hina áttina, að 2 mínútur af göngu getur til dæmis orðið að hálftíma göngu og að lesa eina blaðsíðu getur orðið allt í einu bara að lesa hálfa bók, skiljið. Þannig að það þessar litlu venjur og litlu ákvarðanir sem safnast upp. En þá kem ég að þessari spurningu sem ég hef svo oft velt upp. Af hverju svona erfitt að breyta venjum? Við erum náttúrulega bara forritið þannig að heilin okkar vill spara orku. Og hann elskar það sem auðvelt og það sem kunnuglegt. Hann vill fara hraðbrautina, hann vill ekki fara sveita vegina, hlykkja til leiðarnar, skiljið. Og þess vegna ættum við ekki að spyrja okkur hvernig get ég orðið agaðri heldur hvernig get ég gert góða hegðun auðveldari og hvernig get ég gert slæma hegðun erfiðari. Ef þú vilt fara að hreyfa þig, hafðu þá æfingafötin bara tilbúin. Ef þú ert að fara á morgnana, gerðu þið tilbúin kvöldið áður og ég heyrði mér sér sögu konu sem gekk svo langt að sofa í æfingafötunum. Við þurfum kannski ekki að gera það, en það fjarlægir samt fyrstu hindrunina. Og ef þú ætlar í ræktun eftir vinnu, vertu búin að taka til æfingafötin og vertu með æfingatöskuna í bílnum eða hvar sem þú ert, eða í bakpokunum eða hjólandi, skilurðu. Það alltaf fyrsta hindrunin. Og ef eins og með símann, ef þú vilt nota hann minna, geymdu niður í herbyggi, slökktu á öllum tilkynningum. Það þarf oft bara svona aðeins að breyta umhverfinu til þess að breyta hegðunni. Af því að við erum oft miklu meira mótuð umhverfinu en af einhverjum viljastyrk. Það snýst nefnilega ekkert alltaf við einhvern viljastyrk heldur vana. Það bara vani að grípa í símann eða grípa í eitthvað narta að borða eða skiljið. Og það sem
mikilvægast að byrja smátt og þetta hef ég oft rætt og í bókinni Atomic Habits sem ég mæli með að allir lesi eftir hann James Clear, þá talar hann 2 mínútna regluna. Að gera venjuna svo litla að það bara nánast ómögulegt að ná henni ekki. Þú veist, ekki ákveða strax að hlaupa 5 kilometra eða æfa 5 sinnum í viku. Heldur ákveðu bara, þú veist, ég ætla að klæða mig í hlaupaskóna í dag. Þú veist, þetta hljóma fáránlega lítið, en þá fer ég kannski út og tek smá skokk daginn eftir eða hvað sem Við byggjum bara ofan á þessa pínu litlu venjur. Þú veist, ekki ákveða að lesa í klukkutíma strax, heldur bara ég ætla að lesa 1 blaðsíðu. Og hvað gerist? Jú, yfirleitt verður meira úr því og þá verðum við svo ógeðslega stolt af okkur að við náðum því sem við ætluðum að gera í staðan fyrir að brjóta okkur niður. Af því að áður en venjan verður stór, þá þarf hún fyrst að verða til. Og hún verður að festast í sessi áður en það er hægt að bæta á hana. Þannig að það er svo vont að byrja á allt of stórum hlutum og allt of stór markmið. Og svo það þetta að þessi venja sem að okkur langar svo að gera, að það svo mikilvægt að hafa hana þannig að þú geti gert hana á þínum versta degi. Að því að segjum bara eins og með ræktina. Það geta allir farið í ræktina, þau eru útkvildir og sólin skín og allt gengur vel, skiljiði. En hvað með dagina þegar bara þú ert ógeðslega þreyttur og dagurinn hefur verið erfiður og það er mýgandi rigning úti og allt þetta sem að dreifur stundum úr okkur. Þannig að raunverulega spurningin ekki hvað get ég gert á mínum besta degi, heldur hvað get ég alltaf gert, jafnvel á mínum versta degi. Og þar finnurðu grunnlínuna þína. Kannski það 5 mínútna göngutúr, kannski það 10 armbeygir, kannski það að borða 1 tómat, skilurðu. Það eitthvað smátt, eitthvað lítið. Af því að það skiptir minna máli raun og veru hvað þú gerir og meira máli bara að þú mætir. Og þetta á ensku, þetta consistency. Það lykillinn að öllu. Að gera eitthvað statt og stöðugt, gera eitthvað endurtekið, það skilar miklu, miklu betri árangri. Maður hefur heyrt íþróttafólk tala þetta. Bara það að mæta alltaf. Sama hvað, það það sem að skila síðan árangurinn á endunum. Og það var einhver skemmtilegu maður sem ég man nú ekki hver var sem sagði þyngsta lyftan í ræktinni eru útidyrnar. Og líka eins og bara það alltaf versta veðrið í forstofunni, skiljið. Ef maður að láta veðrið stoppa sig, svo það bara æðislegt að fara þegar maður komin út, hvort sem göngutúr eða hlaup eða eitthvað. Þannig að þegar það kemur að einhverju venju, til dæmis hreyfingu, eða hver sem það veldu eitthvað sem hentar þér. Ekki velja eitthvað af því einhver annar að gera það, veldu eitthvað sem hentar þér. Við dáum svo ofta fólki sem sýnir mikla seiglu og mikinn aga, en sannleikurinn sá að fólk heldur sér miklu frekar við hluti sem passar því og sem að hentar því. Ef hreyfingin til dæmis sem þú valdir leiðileg, þér finnst bara að hún leiðileg, þá svo litla líkur að þú haldir áfram. En ef hún skemmtileg, þá svo líklegt að þú haldir áfram, sama hvað. Hvað myndir þú gera á þínum versta degi, skilurðu? Þannig að spurðu sjálfa þig. Finnst mér þetta skemmtilegt? Hvað sem við erum að gera? Hef ég raunverulegan áhuga á þessu? Af því að það svo miklu auðveldara að halda í venju sem gefur ykkur gleði en venju sem byggir bara á viljastyrk. Skiljið. Og svo það sem mér finnst svo mikilvægt og ég hef oft talað þetta að framfarir stærsta hvatningin. Ein besta tilfinningin sem við upplifum bara að finna að við séum að taka framförum, að við séum að ná árangri, að við séum að bæta okkur, að við séum að stefna í rétta átt. Jafnvel þetta framfararnir séu minni en við vonuðumst til, þá gerir það bara ekki til. Við erum allavega að stefna í rétta átt, sko. Og vandamáli oftast að við setjum okkur allt of stór markmið og erum með allt of miklar væntingar.
og við eyðum miklum tíma í að hanna eitthvað fullkomið plan og svo bara ættist við til einhvern veginn að allt gangi fullkomlega frá fyrsta degi. En ég þekki ekki ennþá eina mannesku sem að hefur geta gert allt fullkomlega frá fyrsta degi. Þið viti hvernig það er. Leið og við missum úr einn dag eða náum ekki markmiðinu nákvæmlega eins og við vildum, þá bara svona gefist upp. Og ég tengi svo ótrúlega við þetta í mataræðinu. Þetta er bara fáránlegt. Þú veist, mér finnst auðveldara að halda mér svona stöður í hreyfingu af því mér finnst það bara virkilega gaman. En þegar kemur að mataræðinu, þá er ég svo ótrúlega fljót að gefast upp ef þetta gengur ekki bara akkurat eins og ég vildi. Og við verðum einhvern veginn bara svona fórnarlömb eigin væntinga. Skiljið hvað ég á við? Við erum fórnarlömb eigin væntinga. Því við settum okkur svo háan standard eða staðal að við verðum ókslega svegt út í sjálf okkur að ná því ekki. Þannig að í staðis að spyrja hvort þetta var fullkomið, þá getum við spurt, komst ég aðeins lengur en í gær? Gekk mér betur en í gær? Og það er það sem skiptir máli. Af því að venjur eru svolítið svona bara atkvæði hver þú ert að verða. Hver einasta litla ákvörðun er eins og eitt atkvæði. Þú verður ekki heilbrigð manneskja af einni salatmáltíð og þú verður heldur ekki óheilbrigð manneskja af einni kökusneið. En þegar alla litlu ákvarðanir endurtaka sig dag eftir dag eftir dag, þá móta þær sjálfsmyndin okkar. Og við verðum það sem að við gerum. Það er bara svolítið þannig. Við verðum það sem við gerum reglulega. Þannig að þessi 80-20 regla sem ég hef talað er svo mikilvæg. 80% er akkurat þetta. Bara að gera vel aftur og aftur og aftur og mæta. Og við höfum þá svigrúm, þessi 20% aðeins til þess að fara út sporinu eða leyfa okkur eða hvað sem við viljum kalla það, skilji. Og bestu venjurnar eru ekki endilega þær sem að líta best út á Instagram eða Facebook eða þær sem hljóma mest krefjandi. Heldur þau eru venjurnar sem að þú getur haldið þig við. Þetta eru venjurnar sem passa þínu lífi og þær sem hjálpa þér að líða betur. Þær sem gera morgundaginn örlítið betri en daginn í dag. Af því að lífið það breytist sjaldnast í einu stóru skrefi. En lífið breytist í 1000 litlum skrefum sem við tökum aftur og aftur og aftur. Og þess vegna mæli ég enn og aftur með að lesa bókina Atomic Habits eða hlusta á hana. Ég held að hún sé á Storytel eða Audible eða eitthvað svona, þeir sem hlustið. Að því að sko markmið segja okkur hvert við viljum fara, en það eru daglegu venjurnar sem ráði því hvort við komumst þangað, hvort við náum markmiðanum okkar. Og þá langum við að enda bara aðeins með skipulag. Að skipulag getur sparað okkur tíma og mig langar að skora á ykkur af því það er eitthvað sem ég þarf sjálf að gera varðandi mataræði. Að nota, þið ráðu hversu mikið tíma, segjum bara 1 klukkstund á sunnudögum, til þess að skipuleggja og undirbúa næstu viku. Það er hægt að undirbúa matinn, það er hægt að sjóða egg og elda kjúklingabringur og skera niður grænmeti og eiga tilbúð í ísskápnum þannig að maður getur skellt í einhverja pottrétti eða vefjur eða hvað sem er. Það er hægt að, eins og ég er búin að vera núna sjúki að baka svona vöflur úr banana, eggjum og höfrum og kefir. Og hérna þið getið séð á Instagraminu mínu ef þið veit ekki hvað er að tala um. Ég setti það með þessi highlights. Og búin að vera að baka þær og frysta og þá á ég alltaf morgumat. Bara skelli þeim í brauðristina, hollur morgumatur tilbúinn. Eitthvað sem getur einfaldað lífið okkar. Hvað sem það er. Kannski er það að skipuleggja tímann þinn betur, setjast niður með dagbók og fara yfir hvar hef ég tíma til að fara í göngutúr, hvar hef ég tíma til að fara á æfingu eða sund eða hvaða er sem að gefur þér eitthvað. Af því það er svo ótrúlega mikilvægt að skipuleggja sig til þess að nýta tímann sinn sem best og það auðveldar okkur svo að halda okkur við heilsuvenjurnar okkar sem styðja við markmiðin okkar. Og já, það er nú bara, ég held ég sé bara komið með það sem að
mér langaði svo að fara yfir, það bara, þú veist, þetta, að stöðugleiki, að setja sér ekki of stór markmið, heldur hugsa hvað get ég gert á hverjum degi til þess að verða örlítið betri í dag en ég var í gær. Ekki setja okkur of stóra væntingar af því að það bara svolítið svona uppskrift af því að mistakast. Heldur bara mæta og spyrja sig réttra spurninga. Hvað get ég gert jafnvel á mínum versta degi? Hvað hentar mér? Hvað skemmtilegast? Og fagna framförunum sem verða. Þú veist, þær þessi geggjaða hvatning. Þegar við stöndumst eitthvað. Við fórum í 5 mínútna göngutúr. Þá verðum við ógeðslega glöð af því við fórum kannski jafnvel í 10 mínútna göngutúr. Þá verðum við ógeðslega stolt af okkur. Við gerum meira en það sem við ætluðum að gera. Hversu asnalegt sem sumum finnst að hljóma, að setja sér einhver svona pínu litlu markmið, þá þau miklu vænlegri til árangurs, að því að sá sem fyrir 5 mínútna göngutúr daglega, hann miklu meiri árangri og heilsuvenjum og bætingum en sá sem að fer kannski hálftíma göngutúr einu sinni í viku, skilji. Þannig að ég ætla bara að láta það gott heita hér og vona að þetta hafi verið hvatning fyrir ykkur, af því ég þarf sjálf að núna spark inn í haustið að minna mig á þetta, að brjóta mikið niður þótt að það sé ekki allt fullkomið. Ég held að við þurfum öll að heyra þetta. En að bara eyði dásamlegan dag sem eftir og mér þykir ótrúlega gaman að heyra frá hlustendum. Þannig að ekki hika við að heilsa mér eða þú hittir mig einhvers staðar á förnum vegi eða senda mér skilabúð á Instagram. Og svo náttúrulega bara hvetja alla til þess að fylgja hlaðvarpinu þar sem að þið að hlusta og mér þykir náttúrulega svakalega vænt þeim sem að þið deilið þáttunum með öðrum eða segið öðrum frá hlaðvarpinu því að án ykkar væri þetta ekki eins. Þannig ég segi bara takk fyrir í dag.